Það bara búin að vera, sko, illa meira að minna vakandi alla nótt. Já, það svo? Já, maður. Hvað veldur? Það bara frúin. Hún bara búin að vera bylta sér í alla nótt, sko. Já. Hún sko, hún nú svona butta, sko, hún svolítið feit, sko. Jú. Ég reyna að vikta hana, sko, ég hef reynt að vikta hana reglulega, sko. Svo bara núna fæst hún ekki til þess, sko. Nei. Ég held að hún sé búin að bæta á sig svona 10-12 kílóum, sko. Já. Þú vildi sem að tala, sko, 160, ég bara... Þú hún komin upp í 160 kíló? Ég bara veit það ekki, hún vill ekki leiða mér að vikta. Sko, og hún frekar lágvaxin, eða ekki? Þetta líka heldur alls ekki hollt fyrir manneskju sem ekki meir en 15 ára gömul, sko, eins og hún Nei, mitt, þetta svona, já, fólk að þroskast og konan á þessum aldri, sko, sem eitthvað viðkvæmasta fyrir, sko, útlitið, sko. Já, nú þetta, sko, nú er þetta falleg stúlka, sko. Já. Í réttri byrstu og svona, sko. En bara hún, sko, þessi þyngd hefur, sko, afmyndað þetta svolítið, sko. Já. Þetta er nefnilega það sem hefur verið svo mikið, sko, okkar samband, sko. Eins og tengdapabbi, ég meina, hann talar ekki við mig. Nei. Eins og hérna á gamlárskvöld síðast það. Ég fór bara að gráta, við vorum hérna hjónin hjá þeim og hann var bara anstíkilegur, sko. Hann bara horfði á mig, bara svona dæmandi, sko. Hann er keks og glæður, sko. Hann drekkur ekki, sko. Og einhver bindindis maður, sko. Og það fór eitthvað voða fyrir brjóstöðunum að því við vorum aðeins að fá okkur í glas, sko. Já. Og ég var að gefa konunni minni vín, sko. Já. Sem honum fannst eitthvað athugavert, sko. Já. Og ég sagði, þetta er kona mín. Hún má drekka vín ef ég drekka vín. Og ég sagði, ég er ekki að vera að banna konunni minni að drekka vín eins og þú ert að banna konunni minni að drekka vín. Hún er líka einhver svona bindindis maður, sko. Já. Og hann bara, hann var svo leðilegur um mig, sko. Og ég bara las yfir honum. Já. Sá hann allt sem ég búið að finnast, sko. Já. Og þú veist, þetta er bara gaur. Þetta er gaur sem er yngri en ég, skilur. Ég las yfir honum. Já. Ég sá hann bara, heyrðu kallið mín, sko. Ég er kennari. Ég er háskólamenntaður maður. Ég haga lífinu eins og ég vill. Og ég elska kona mín. Og svo bara brotnaði ég saman. Fór að hágráta maður. Bara að koma alls konar tilfinningar sem ég er búin að byrja inn í svo lengi, sko. Já. Og svo sagði ég bara við kona mín að við fyrir bara heim, sko. Ég hef bara réttið þeim rakettur, sko. Þetta var ekki einu sinni komið minnætti, sko. Og Voruð þið búin að borða? Já, við vorum búin að borða, sko. Ok. Við borðum, sko, áður en við komum til það. Það var misskilningur, sko. Við vissum ekki að, þau buðu okkur að koma. Já, sko, málið var nefnilega, sko. Bjóðu okkur aldrei neitt, sko. Nú? Nei, bjóða bara henni, sko. Bjóða henni? Já, svo kem ég alltaf með, ég er alltaf eins og ég segi, sko, boðsflenna. Já, ég skil. Mér finnst það ógeðslega sárt, sko. Já. Þannig ég kom með, sko, við vissum bara ekki að, ég fatt að það ekki að vera matur, skilur. Nei. Þannig við vorum búin að borða, sko, við vorum búin að tróða eitthvað pítsum og... Já. Og ég meina bara eins og gengur og gerist, ég meina á gamlástag. Já. Þú veist, maður er aðeins byrjaður að fá sér einn og einn öl, sko. Já. Úr hádegi, sko. Þannig maður var orðinn svolítið þreyttur, sko, bara ég var svo þreyttur að bjór, sko. Já. Þetta var bara fíla á leiðindi, sko. Þannig við fórum, þá rétti ég svona sittkvora rakettuna. Já. Og sagði, gjörðu svo vel til það við. Gjörðu svo vel til það maður. Og þetta kissa hana, sko, hún er svo köld, hún er svo freðin, sko. Hún bara neitar alltaf. Hún kann ekki, mannlegan kontakt, sko. Tengdamamma þín? Já. Það er ekki hægt að kissa hana. Það er bara að reyna að vera vinnulegur. Og ég sagði, ég geti sprengt upp í raskatinn og hvort öðru. Hvað sagðir þú? Já, ég sagði þetta við. Já, þetta er nú ekki líklegt til vinsælda. Nei. En ég meina, ég hringdi nóttina, seinna nóttina. Bara fyrir kynningar, sko. Og bara, sagði þeim, mér finnst væntið með fúður og allt það skilur þið eru tengda fóðurlega mínus. Og ég elska dóttur ykkar. Og svo lega ég elska hana og elska ég ykkur. Já. Svo bara seinna kvöldi þegar ég og konan vorum að tala um þetta, sko.
við fórum bæði bara hákaða bara sko og og þá ákvað ég bara að hringja aftur í það og biðja fyrirgefningar. Það var alveg settlað sko. Ok, það mann að heyra. Já, en sko þau taka þetta aldrei með sko í reikningin sko. Hvað ég að gera fyrir dóttur þeirra. Nei. Þau fatta það ekki. Hvað ert að gera fyrir hana svona? Hvað ég að gera fyrir hana? Hver komin í gegnum samræddu prófin? Varst það ekki þú? Jú, og ég. Og hver það sem segir við hana, þú veist eins og það við erum að skemmta okkur, hver það sem tekur af henni vinglasið og segir, nú ert þú búin að fá nóg. Er það pappa hennar? Nei. Það er maðurinn hennar. Ég. Já, og er hún mjög drikkfelld? Nei. Aðeins ekki, sko. Við drekkum algjörlega í hófi, bæðið svo. Hún er náttúrulega bara krakki, skilur. Og ég svona stjórna því. Ég bendi henni á það, sko. Hún er að verða, sko, hún verður svo ruggluð, sko. Hún bara hleypur eitthvað, sko. Já. Öskrar eitthvað og hleypur eitthvað út í. Það er til dæmis eitt, sko. Nú er þessi einstaklingur búinn að vera, sko, sem sagt, sko, að bylta sér í allan ótt. Já. Búinn að halda vöku fyrir mér. Konan þín, já. Sko, við ímyndaðir hvað svona einstaklingur svitnar mikið í miklum hita, sko. Já, einmitt. Þú veist, og ég er búinn að með alla glugga að opna. Hún er búinn að svitna, sko. Þú veist, það er að taka, sko, laki og vinda, sko. Og hún svitnar svo rosalega mikið, sko. Og svo er svona einstaklingur með mikið af fellingum. Já. Og það fyrir sviti í það. Já. Það er salt í svitanum, sko. Já. Það verður strax, sko, svona upplega, það verður strax, sko, rautt. Og ef það er ekkert gert, sko, þá er þetta ekki þurrkað. Já. Verður þetta svona þurrskusár, sko. Og milli fellingar, sko. Já. Og brunni, það brennir, sko, því að, sko, þessi vökvar, alveg svo þegar ég pissaði á mig út á Mallorca, sko. Þú veist, þá var það búið að liggja í einhverja klukkutíma, sko. Já. Ég var allir brunnin á lærinu. Mér er loksveið og í kynfærin og í lærið og alveg nýr á rask, sko. Og þá þurfti konan að bera á mig penatinn. Já, einmitt, penatinn. Það er svona rosalega gott á svona bruna. Já, og þurfti að setja á pungin á mér og alveg bara, hún notar það sjálf, sko. Já. Það sem hún nær, sko. Hún nær kannski bara rétt svona framan á sig, sko. Já. Þú veist, hún er með eins og sko undir brjóstum og í handarkrygum og svona, ef hún er að brenna, sko. En hún er ekki, sko, aftan á sig, sko. Ég þarf að sko fara í allar fellingarnar, sko. Já. Og þurrka vel. Já. Og setja talkum. Já. Þú veist, hún var lápar í nótt, sko, í talkum baði. Og mér ángar svo, sko, þú veist, ég geri það. Ég ætla að spurja tengdafaðir einhvern veginn. Hver er að bera talkum á þennan einstakling? Er það ég, er það þú? Og það er neyðan til þess að segja, þú. Og ég ætla að spurja hann, hvernig var að taka hann fyrir? Já. Að þú, þegar þessi kona er að bylta sér, er rosalega sveitt. Með einhvern, með hræðilega mikið bjú. Vegna þess að hún er búin að drekka svo mikið kaffi, hún fær svo mikið bjú af kaffi. Já, er hún byrjað að drekka kaffi svona ung? Já, maður, vá. Það hef aldrei séð annað eins, maður. Já. Hún þambar kaffi, hún er að þamba, ég hef byrjað að drekka svona 2 lítra af kaffi, sko. Já. Kaffi og kók, sko. Já. Það er ekki gott. Nei, ég meina, veist, hvað er þetta? Hvað svona foreldrar er þetta sem láta það viðgangast að barnið er að sé þambandi kaffi? Ég verður að reyna að breyta þessu, ég verður að reyna að fá hana til að drekka eitthvað annað, fá sér djús eða bjór eða eitthvað í staðinn. Já. Þetta er ekki þambandi kaffi út í þetta, það er svo óbúslítið maður. Já, 15 ára gömul, það er ómikið. Já, þetta fer fint í maðan og þetta er bara, sko, þú veist, enda segja það við hana, skilur við. Já. Þú veist, bara skrifaðu tjekka á niðurgang, skrifaðu ávísun á niðurgang með því sem þú veist að gera. Já. Þú veist, hugleitið þetta, skal mín.
Já, flott hérna, ég þakka þér fyrir þetta og þú bara lætur vita þegar eitthvað nýtt að frétta. Já, ég gerir það. Leifur okkur að fylgjast með þér. Já, ég gerir það. Takk fyrir, bless.